frændi minn, Ari Eldjárn, Já, hann var nýbyrjaður í uppistandi og þá var þessi nýja bylgja að þá bara fættist uppistandi rauninni svona eins og við þekkið það í dag á Íslandi. Og ég man sko að bara, þú veist, eiginlega sömu viku ég hitta hann eina vikuna, þá hafði ég fyrrum vikuna sagt við sjálfa mig bara svona uppistand, þú veist, ég hef búin að gera leikrit og búin að gera bækur og svona alls konar, en ég sagði bara, já, uppistand, ég held ég láti það vera, það er svo það listform sem ég get ekki ímynda mér að ég geti gert, sko, það bara er svo skeri. Okay, svo kom Ari til mín og sagði, heyrðu, þú ekki vilja gera uppistand? Og ég sagði, ok. Já. Og þannig að ég hafði viku til að semja eitthvað uppistand og ég gerði það og það bara virkaði, ég var mjög heppinn. Já. Og mjög góður salur og þannig að ég hélt því bara áfram og það var síðan bara svona, já, eitt af mínum 9 giggum, sko. En ég hætti því nýlega. Já. Ég var búin að vera að því síðan 2008. Já. Svo hætti ég bara núna á þessu ári, þú veist, ég ákvað að taka mig frí bara 2025 og gera ekkert uppistand þá. Bara vegna þess að eins gaman og það er ógeðslega gaman að fara upp á svið og flytja brandara. Það er bara svona besta tilfinning í heimi. En mér finnst líka ógeðslega gaman að vera heima eftir klukkan 8 á kvöldin. Já, já. Þannig að það var ástæðan, það var oft sem að ég var heima og svona alveg var að horfa á sjónvarpið og bara, nei, ég þarf að fara niður þjóðleikhúskjallara. Og það er náttúrulega gaman að vera á sviði en að fara út og standa í það og bíða eftir að mér kemst á svið, það er ógeðslega leiðilegt. Já. Þannig að ég ákvað að taka frí frá því og en ég bara trúi því alveg að á næsta ári hugsalega þá bara fer ég aftur upp á svið, sko. Þetta er náttúrulega áanabindandi. Já. Já. Það er svo mikil viðurkenning sem að fær fyrir þetta. Einmitt. Hefur aldrei lent í því að fólk bara, þú veist, hlær ekki? Það hefur komið fyrir. Já. Blessunilega sjaldan, en maður er ekki alveg grínisti fyrir en að maður þarf að bomba oft, sko, til þess að vera alveg grínisti. Held ég, og það kom alveg, þú veist, maður var alveg lent í slæmum sal, sko, en reglan er svo, mátt aldrei kenna salnum um. Nei, ok. En jú, það hefur gerst og það er versta tilfinning í heimi. Það er nefnilega málið. Ég get ekki bara, sko, ímynda mér. Það er svo mikilvægt að það komi fyrir og það kemur líka fyrir flesta og kemur líka fyrir flesta fyrst. Það var nefnilega, kannski, það var náttúrulega rosa næs að ég sko slóði í gegn fyrsta skipti sem ég gerði það og næstu skiptið en það er eiginlega sko eðlilegast að það misheppnist í fyrsta skipti. Já. Þetta þarf að vera einhvern erfið fæðing og þarf að fatta það eiginlega eins snemma í ferlinu og getur að þetta getur gerst vegna þess að mikilvægast að við það að misheppnist á sviði er að komast að því að það er ekki heimsendir þó að manni líði eins og það sé heimsendir og meðan það er að gerast. Að klára, að vera byrjaður að brandara sko, og þeir eru ekki búin að hlæja af síðustu 3 bröðurum og maður veit að þeir eru ekki búin að hlæja þessum en þú veist að þetta klára hann það er ömurlegt. Það er hæðilegt.